Það segir mér að þú hefur sagt nákvæmlega sem Guð vildi nota við. Það er bara þannig. Og frænka þín er montin að þér. Það var bara grunn. Ég sagði nú við Ísku. Þú veit. Sita nú að fóra upp næst hérna. Það þessi kemst yfir. Það að gera. Hún er að hamast þetta. Já, ok. Verið velkomin að samfélagi okkur í dag. Við ætlum að lofa Guð, bæði hérna í salnum og líka sæn til að lofa Guð. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring that He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring that He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Come bless the Lord, come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring that He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say,
rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. 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 Aðeins ná andanum og þannig maður segir eitthvað. Verið velkomin á samkomin til okkar í dag. Við elskum að lofa Guð, við elskum að vera í nærveru Guðs. Við elskum Drottinn af öll okkar hjarta. Þess vegna erum við hér í dag og við erum komin til þess að lofa Guð með ykkur og með ykkur heima líka. Og það er svo gott að vita því að Guð er almáttugur. Hann er alnálægur og hann er allstaðar. Hann er ekki bara hér, þótt hann sé mest hér, þá er hann allstaðar, halleluja. Og við ætlum að halda áfram að lofa Guð í dag, en mér langar til að þið biðja aðeins með mér fyrir þessari stund. Drottinn, ég þakka þér fyrir þennan dag, ég þakka þér fyrir stundina, ég þakka þér við fáum tækifæri til þess að lofa þig enn einu sinni og læra hvernig við eigum að þrengja okkur nær þér, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert trúfastur, þú ert sannur, þú ert heilagur og þú ert alnálægur, Drottinn. Ég bið að blessa sérhvern sem að horfa, sem hérna í salnum, Drottinn. Ég bið að vera í kringum og ég bið að mæta öllu því sem við þurfum á að halda, Drottinn. Hvað sem það Drottinn, þá ert þú almáttugur. Við elskum þig, við lofum þig í Jesú heilaga nafni. Amen. Din mikli Guð. Orðfáir tjár, þig gleðin slík og þín ást, og svo rík og ég veit það, þetta mun ég segja þú stór. Din mikli Guð.
Martin mikli Endilega lofa ég Guð með okkur í dag. Endilega ekki hugsa það sem er fyrir utan, heldur lofum hans saman. Nú syng ég halleluja Því ég hlæðist ekki ofan þig Nú syng ég halleluja Hana hennar fantúrin Nú syng ég halleluja Og vopnið það sjúkur mér Nú syng ég halleluja Munið stendur hina í Sjálfur mín skal ég syngja mér lag. Herra og Herra, mun ég lofa hann þetta. Öskunni stigið, vorið að þig. Sigraðu dauðan, þú konungur minn. Nú syng ég halleluja Með öllu sem í mér Nú syng ég halleluja Ég sé að ykkur höfða frið Nú syng ég halleluja Það fær undir hans nýtlega sér Nú syng ég halleluja Og til fríð og sleppi Storminum mín skal ég syngja mitt lag. Herra og Herra, mun ég lofa hann þetta. Öskunni stigið, vorið að þig. Sigraðu dauðan, þú konungur minn. Syngjum aðeins Herra Syngjum aðeins Herra, Syngjum aðeins Herra syngjum aðeins Herra, Syngjum aðeins Herra syngjum aðeins Herra. Syngjum aðeins Herra Því ég hræðist ekki óvininn. Syngjum aðeins Herra Herra er með framtrúin. Syngjum aðeins Herra Vakið það með söngur minn. Syngjum aðeins Herra Nefnir stendur himinninn. Syngjum aðeins Herra Hræðist ekki óvininn. Syngjum aðeins Herra Syngjum aðeins Herra Söngur minn. Og syngjum aðeins Herra Syngjum aðeins Herra Storminum mín skal ég syngja mitt lag Herra og Herra mun ég lofa hann þetta Úr öskunni stigið vonir að þig Sigraðu dauðan þú konungur minn Storminum mín skal ég syngja mitt lag Herra og Herra mun ég lofa hann þetta
Já, við syngjum halleluja og lofum Drottinn saman. Áður en við tökum samskotið okkar sem hluta af tilbeiðslunni þá eitt bænarefni sem okkur liggur mikið á hjarta flestum okkar og það vinur okkur og bróðir sem liggur á gjörgæslu í öndunarvél vegna COVID og við erum búin að vera í bæn fyrir með síðustu daga og frá því þetta kom fram en nú langar mig að biðja ykkur sem í salnum og ykkur sem heima að sameinast með okkur í bæn að Guðsandi snert og gjöra hann heilan. Eru til í það með mér? Faðir minni, þakka þér fyrir það að þér ekkert megn. Ekkert. COVID eða ekki COVID, þér ekkert megn. Og þarna bróður okkar Drottinn minn illa haldinn af þessari pest, Drottinn. Lungun hans ráða ekki við. Læknarnir að hjálpa, tækin að hjálpa, Drottinn, og nú áköllum við þig þína hjálp. Í Jesú nafni. Og hérna á þessu sal og frá öllum sem eru að hlusta hvar sem þið eru í heiminum, þá sendum við núna bænaákall inn í sjúkrastofuna og segjum bróður, rís þú upp, heill af þessu meini þínu, heill. Núna á þessu augnabliki snýst þetta við og súrefnismettun verður í lagi og líkaminn bregst við og þú ríst upp heill. Fyrir Jesú heilaga nafn við biðjum og fyrir kraft andans sem gengur út og gjörir heilt. Amen. Þér sé dýrð og lof Drottinn minn og láttu það spyrjast, Drottinn minn, hversu mikill þú ert. Láttu það spyrjast þau verk sem þú vinnur. Láttu það spyrjast, Drottinn, hversu stórkostlegur Guð þú ert sem við trúum á. Láttu það spyrjast, Drottinn minn. Gjör nafn þitt kunnugt í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Og við ætlum að taka samskotið okkar. Það eru baukar, við erum ekki að láta á ganga út af þessu ástandi í COVID. Það eru baukar hérna frammi og það posi líka frammi dyr og þið sem getið og viljið taka þátt, Guð bless ykkur fyrir það og þeir sem eru heima, upplýsingar á skjánum hjá okkur það hvernig þið getið gefið inn í starfið í Guðs ríkinu líka. Guð bless ykkur öll og þakk innilega fyrir. Krýp frammi fyrir þér og gef ég þér allt, gef ég þér allt. Fyrir mig hér, dragðu mig nærri þér, ég þrái þig, ég þrái þig. Together
Frelsara á ég og vinum eilíf, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesús, ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér til heyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Því lausnar gjaldið varir eilíf, nú frelsarinn mig á. Eina sem ég þarf Jesús, ég vil aðeins syngjum hans nafn. Ég vil vel til heyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína hönd. Eina sem ég þarf Jesús, ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér til heyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína hönd. Þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál fyrir þig, þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál fyrir þig, þú ert framtíð mín og von.
Er þetta ekki stórkostlegt? Já. Það er svo gott að lofa Drottinn. Og syngja þetta einu sinni en kannski bara viðlagið, eina sem ég þarf. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér til heyri Jesús. Ég frelsi þér inn á þína á. Ykkur þannig að þessar stórkostlegu línu sem að syngja. Í dag allir að leita frelsið. Fólk vill vera frjálst. Og þá ég ekki bara að tala frjálst til að gera það sem það vill, heldur bara frjálst í innra, frjálst í huga, frjálst í lífi sínu, finna frelsi og frið. Og við syngjum það eina sem ég þarf er Jesús. Frelsi fyrir hans náð erum við byrjum að fá. Pælið því. Mörgum finnst þetta skrítið og finnst þetta svona einfalt. Já, Jesús, þetta er svona, hann kannski var og allt það, en skilur, þetta er allt gamalt dót og þetta er búið að vera sko. Ekki við okkur. Þetta er ennþá að virka. Nafn hans virkar alltaf. Verk hans virkar alltaf. Eina sem ég þarf er Jesús. Takk Herrstund, þetta var dásamlegt. Ég vann til skamms tíma hjá Reykjavíkurborg á mjög skemmtilegu sviði sem heitir þjónustu- og nýsköpunarsvið og þar er verið að þróa stafræna þjónustu og svona framtíð borgarinnar, rekstur borgarinnar. Og það er ýmislegt sem kemur þar innan dyra sem er verið að skoða og það er mjög skemmtilegt. Og það er þessi tækni sem þið vitið það er verið að tala nýja byltingu, tæknibyltingu sem er að koma. Og við höldum að þetta sé alveg svakalega flott að hafa Facebook og eitthvað svona. Það er bara brot, það er bara undanfarið, það er bara svo Jóhannes skýrari, svona fór á undan. Svo kemur eitthvað meira, svo kemur þetta alvöru dót. Og við ræddum stundum það að þetta mun gera mörg mannanna verk óþörf. Ekki það að allir verði bara atvinnulausir, það verður nývinna til og alls konar annað en fullt af því sem við erum að gera í dag verður kannski óþarft. Þar sé að vélar og tæki og tól fara að gera það fyrir okkur. Og hluti af því sem að er hættan á að gerast. Ég var að lesa þetta, mér datt þetta í huga því ég var að lesa daginn litla grein sem greindi frá því að samfélagsmiðlarnir kæmu ekki í stað alvöru samfélags. Það geta það ekki. Og jafnvel þó þú getur talað við 1000 manns á samfélagsmiðlum en bara örfáa inn í stofu hjá þér, að þá mun það aldrei koma veg fyrir samfélagið inn í stofu. Og þegar tæknin eykst, þá er hætt á að við menninir
að það verður svona firring og við fjarlægjumst hvort annað og við förum að nota þessa tækni meira og minna til að gera sem við þurfum að gera og tala saman. Ég átti afmæli í gær. Já, menn eiga nefnilega afmæli, sko. Og við sippurum bæði ljón og fleiri hinninni. Akkurat. Og það hvað sagði ég segja? Já, afmælið, já. Og það kom mér á óvart að þegar ég náði þessum aldri sem ég var að ná, þá bara stór græður, sko. Þú veist, það bara frítt í sund, bara 30% afsláttur í völdklass og, þú veist, og bara allir þessi pakki, maður kom og hann bara, vá, bara einn afmælis, þetta var ekki síðast ég átt afmæli. Það breytist alltaf núna eitthvað. Þetta var svona afmælisgjafir sem ég fékk. Og þetta gerist hún nærið ákveðnum aldri, 56 ára aldri. En það sem er yndislegt við þetta, að þegar ég var ungur, og það rifjaðist upp fyrir mér, þegar ég var sko mjög ungur, þá var ekki til sig hét sko svona farsími. Svo hlægir eitthvað var að það var ekki til þessi farsími. Og þegar ég var í sveitinni, ég var alltaf í sveit á sumrin, og það var svona svartur kassi var upp á vegg, og svo snériru. 2 stuttar, 1 löng, 3 stuttar. Og þá hringdi síminn einhvers staðar í einhverju sveitabæ. Dín, 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 dín. Ok, Haldur að hringja. Þau þekktu, sko, og halló, og síðan gastu farið og hlusta á sveitina. Þú gast hlera hvað var verið að segja á Gríshóli, sjáðu. Já, þetta var tæknin, þetta var stórkostleg tækni. Ég man þegar skífusíminn kom heima hjá mér. Hvað var aftur númerið? Það skiptir ekki máli, 577 eitthvað. Og sko þú, og þeir sem eru ung, þeir hafa ekki eins og séð þetta. Hvað er þetta? Og sýnir krökkum í dag þetta og hvað er þetta eitthvað? Og þetta var alveg óboðsleg tækni. Mér er ekki að grínast, alveg stórkostleg tækni. Í dag er síminn tölva með síma í. Þetta er ekki fyrst og fremst sími. Hún er að gera allt annað sem þú veist. Svo getur hringt úr því líka. Vísu verð ég að heyra það að unga fólk í dag hringir ekkert. Það sendur bara SMS að textar að gera eitthvað. Það er ekkert að hringja. Hey, Halldór, má ég tala við? Það bara, og það er allt skammstafað. Þú veist. Svo þarf maður að fara í skóla, eða ég þarf að fara í skóla til að læra hvað þetta þýðir. Sendi tilbaka, hvað meintur, elskan? Barnabarni að senda eitthvað svona text. Hvað meintur, elskan minn? Þetta er eitthvað að spjalla. Afi. Og það bara væri týndur. Er ekki þetta, ég átti afmæli í gær. Þú veist, löggildur. Ég má vera eins og ég þekkið ekki. Þó ég sé alveg mjög viljur að læra og er að læra alveg helling. Og þið skulle ekki halda það að þið náið mér neitt í því, sko. Ég er á tánum. En ekkert af þessu dóti sem við elskum svona mikið og hjálpar okkur svo mikið. Þú veist, bara það að geta slegið inn eitthvað og googlað eitthvað sem þið vantar að vita. Ok, það er ekki alltaf marka sem þú lest. Og það er ekki að lesa úr því, betur við, þetta er alveg tvennt ólíkt hér, já, hvort er ég? Þið finnir leið út úr því. En þetta er stórkostleg dót, en ekkert af þessu dóti gefur okkur samfélagið, eins og þú og ég eru sköpuð til að hafa það. Þess vegna er fólk enn að verða ástfangið. Þess vegna fellur fólk ennþá fyrir hvort öðru. Þess vegna giftir fólk sig ennþá. Þess vegna er gott að hittast heima. Borða saman. Ég segi það stundum og ég segi það enn. Það gerist eitthvað þegar þið borðið saman. Það gerist ekki mikið þegar þið textið saman á Facebook. Þú veist, þá fyrir við í spað ef það kemur ekki like. Hann likeaði ekki það sem ég sagði.
Hvað sagði ég vitlaust? Sagði ekkert vitlaust, bara litla barnið fór að gráta, hann hljóp inn, hann gleymdi að læka og þú fer allir í spað yfir því að hann, nei, sko þessi hlutir búa ekki til það sem þú og ég þurfum. Það hins vegar þegar þú sest niður og borðar saman, talar saman, sérð hvort annað, ok, það COVID má kannski ekki koma mikið við hvort annað, en nema í fjölskyldunni, en vera nálægt hvort öðru. Og mér langaði aðeins bara að tala það, hvað Biblían kennir okkur svona kirkjuna sem samfélag. Af því þetta samfélag, sjáðu. Þetta sem ég að tala samfélag. Af hverju haldið þetta heiti samfélagsmiðlar? Af því þeir eru að hluta til að koma í staðinn fyrir þetta. Áður en farsíminn kom. Það var meira hátt að mála láta mömmu vita að maður kæmi ekki heim klukkan 11. Það var bara ekki hægt. Hvernig það að gera þetta? Þú varst að semja það áður. Það þýtti ekki að hringja klukkan 10:30 og segja, mamma mér senkar aðeins. Þú veist, ef þú varst búin að semja við hann áður klukkan 11, þá komst þú klukkan 11. Það var bara hannig. Þegar það var ekki hægt að hringja neitt. Í dag þetta allt bara flæðir, þetta bara af sambandum og samskiptum, rafrænum. En hvað segir Biblían okkur kirkjuna? Samfélagið í kirkjun, kirkjan kannski bara breytast í svona rafræn samskipti? Erum við að verða, ok, COVID búin að gera það verkum að við erum búin að taka alveg stórstökk í að streyma og það plúsar við það. Þú veist, það eru stóri plúsar við það. Það eru miklu fleiri sem að ná að hlusta og vera með á samkominni þó séu heima og þeir sem eru heima eða hvar sem eru að hlusta. Þið eru með núna vegna þessi tækni til. Og það stórkostlegt. Og maður getur þá spurt okkur, þá samfélag, þá kirkjan að breytast bara í svona stafrænt kristilegt samfélag? Ef að stofna fyrstu kirkjuna sem stafrænt kristileg kirkja? Bara í stafrænt? Ok, það eru netkirkjur og svona. Nei. Af hverju? Ef leiðu og gott og ef leiðu og getum dreift fagnarindinu, þá vantar eitthvað. Það vantar eitthvað. Það að lesa, ég held ég sé með þetta hérna, já sko. Tæknin. Einu sinni gæti maður bara lesið. Svo kom glæru varpi. Það svo að með svona glæru blöð og settur þau svona á hann. Og hann var svona svaka ferlíki, svona eins og bara sæskrímsli. Og varpaði þessu mjög óskýru á vegginn. Og þú veist, þetta var alveg hjúts tækni í kirkjulegu starfi. Og öllum fundum. Það var alveg stórkostleg tækni. Svo hvarf það og þá komur svona skjávarpar svona eins og upp í einhvers staðar, séð ekki. Hanga hérna upp fyrir okkur. Og þá var þetta gert í gegnum ég man þegar fyrsta tölvan kom. Ég man þegar Microsoft kom, það munið þið ekki. Þið verið að vera á mínum aldri þegar Microsoft kom. Vá, hvað var flott. Maður slefaði. Microsoft 95, sko. Þá var maður búinn að vera með Mac, sem var Apple, svona Mac-tölvu. Og þetta var svona grárskjár með grænum punktum. Þú fórst til rosalega leik sem tennis. Á svona hvítur punktur eða gulur sem að hreyfði svona á skjánum og þú þurftir að koma í veg fyrir hann. Og vá, hvað maður gat undan sér í þessu. Þetta er alvöru leikur. Og kom bara með tölvunni, sjáðu. Annars þurftum maður að fara niður í KFUM og spila borðtennis. Þarna gat maður gert það heima. Þið hefðu ekki fílað grafíkinn á þessari tölvur eitt rosalega. Hún var ekki mikil. En svo breytist þetta og þróast og hér erum við í dag. Ég ætla ekki einu svona að reyna að byrja að lýsa því hvað allir og þeir eru að gera henni í mynd og hljóðveri. Ég ætla ekki einu svona að reyna að byrja að lýsa því. Ég gæti það ekki. Ég veit að bara ég fæ eitthvað svona í hendur og mér er sagt ítti hérna hægra megin og þú fara áfram og vinstra megin og þú fara aftur og bak. Ég kann það.
það kann ég. Já, góður í því. Í Efesus, já, látum þetta bara tala. Þar segir svona, kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins, einn er líkaminn, einn andinn, eins og Guð gaf okkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur. Býtum við, kallaði okkur. Það er að spyrja, þið svara bara hver fyrir sig. Heyrður hann kalla? Halldór! Hvernig kall var þetta? Sum ykkar vitið að þið hafa köllun. Aðrir ykkar ekki alveg með að reyna hvað sikur sést köllun, en bara þú ert bara í kirkjunu, það er bara ágætt. Búin að vera kannski frá því þú fættist og allt svoleiðis. En hann er ekki bara að tala köllun á mig sem einstakling til að gera eitthvað eða þig, hann er að tala köllunina hér á kirkjuna. Að við saman höfum eitthvað hlutverk, eitthvað verkefni. Við höfum það. Sjáu þið, einn er drottin, einn trú, einn skírn, einn Guð og Faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og ég elska þetta síðasta, í öllum. Hann er á meðal okkar og hann er í okkur. Og bara þessi staðreynd gerir það verkum að þú og ég verðum að staldra við að spyrja út á hvað gengur þetta allt hjá okkur. Hvað, ef að Guð er í okkur, pæliði í þessari setningu. Men við erum ekki að tala að Siggi sína með þér. Guð. Siggi er ágættur sko. Fín. Hann veit það sjálfur. En hann er ekki innan með þér. Það er bara, það er skaparinn. Skapar heimins og jarðar. Þetta er ekki smásmíði sko. Innra með okkur. Og það er köllun sem við höfum. Eitthvað sem við höfum að miðla, eitthvað sem við höfum að gera. Og við tökum hérna aðeins hérna neðar, sjáum við hérna. Það byrja aðeins fyrir hérna. Frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar, sumir kennarar. Þarna eru ákveðnir aðilar með köllun, karlar og konur. Þeir eiga fullkomna hina heilugu, láta þeim þjónust í té, líkama Krists. Þarna kemur eitthvað orð. Líkama Krists til uppbyggingar. Og þú sem hélst að Jesús hefði bara farið þarna þegar hann reis upp frá dauðum og hvarf til himna. Samt segir að við séum líkamans. Þangað til við verðum öll einhug í trúnni og þekkingun á syni Guðs og verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Kristfyllingar. Þetta er köllunin. Og ég ætla bara að segja þér að hér og nú, við náum þessu aldrei með Facebook. Aldrei. Og ég ætla bara að ganga skrefinu lengra. Við náum því ekki einu sinni, þó við hittust hér á hverju einasta sunnudegi og horfum í hnakkanum þeim sem er fyrir framan okkur. Áts. Það er gott. Og takk eftir, með því að segja þetta svona er ég ekkert að segja að við mögum ekki nota Facebook. Facebook bara gerir ekki það sem þarf. Og ég er ekki að segja að við mögum ekki að koma á samkomu og sjá þann, sko, sitja eins og við sitjum. Þetta gerir bara ekki allt sem þarf. Þetta er hluti af stærra mengi, hluti af stærri heild, stærri köllun, stærri tilgangi. Samkoman er bara einn hluti af þessum tilgangi. Facebook nýtist okkur vel í þeim tilgangi líka í sumum tilvikum. Eða hvaða samfélagsmiðl sem er. En við hins vegar eigum að ná vaxtartakmarki Kristfyllingar. Hefurðu heyrt talað það? Sko, ok, ég veit trúið ekki að ég lít bara ekki þannig út. En ég eignaði sko 5. barni mitt daginn. Lítill gutti í Svíþjóð. Ægileg bolti.
barnabarnið mitt, fyrirgefðu. Ég sá alveg svipinn á þeim hérna systrunum. Halldór, það er bara að reikna, sko. Það hefur gott að hafa tölvuna þarna núna. En barnið mitt, númer 5. Lítið bolti. Og hann strax alveg eins og pabbi. Þessi bara, wow, spitting image, bara, wow, hann svo líkur honum, finnst mér. Þegar hann vex úr grasi, þá gæti það enda þannig að fólk segir, wow, hann alveg eins og pabbans. Ég veit ekki hvernig með þig að því þekki ekki foreldri ykkar, hvort að þú ert alveg eins og mamma þín, eða alveg eins og pabbi þín. Bæði útlit og hegðun og hreim. Það búið að hrópa eftir mér á Laugaveginum. Séra Lárus! Það var pabbi, sko. Af því ég gekk eins og hann. Það bara aftan á mig. Ég gekk eins og hann. Og hvað það? Vegna þess að það verið náttúrulega með genin þeirra í okkur. Og ef við ölumst upp við ákveðna takt og ákveðna venjur og verðum eins og þau, þá verðum við eins og þau. Og það þetta sem það þýðir, að Guðs gen nú komin í þig. Það þýðir að hann innan með þig. Og við eigum að halda áfram að láta það vaxa þangað til að Krists-fyllingin verður algjör á meðal okkar. Þetta eins stórt, krakkar, eins og hægt að hafa það. Þetta stærra en nokkuð annað. Við göngum hér út á eftir og það hópur af fólki að bíða til strætó og segja, þetta fólk bara eins og Jesús, maður. Hafa þau séð Jesú? Nei, en það eitthvað í far okkar. Það kærleikur, það gleði, það fögnuð, það eining. Og ef við kæmum inn, þá myndum við líka fá snertingu af nærveru Guðs. Hugsið ykkur, þetta köllun okkar, að sýna þetta. Og þetta gerum við ekki með samfélagsmiðlunum. Einum sér, og eiginlega bara alls ekki. Við gerum það með því að koma saman. Ég hef stundum þegar ég hef minnst á það og ég ætla að lesa það eins núna. Ég minnst á það að frumkirkjan, fyrstu 200-300 árin, hún umbylti heiminum, hún breytti heiminum. Hún var með eitthvað sem að ég held að við höfum tapað einhvers staðar á leiðinni. Ég ekki að segja algjörlega tapað því eða algjörlega missjónar á því, en það ekki sami krafturinn, það ekki sami umbreytingarkrafturinn og aflið í kirkjunni í dag eins og var þá. Sumir vilja meina að það sé ekki þörf á því vegna nema bara einhverjum heiðnum þjóðum og þetta bara orðin kristið þjóð og þetta, ég ekki sammála því. Ég held að engu að síður, alveg sama þó að væri 60-70% bara heittrúaði kristnir einstaklingar í landur okkar, þá myndum við samt eiga að sýna kristfyllinguna og kannski enda frekar. Eftir sem fleiri eru. Sjáu þið í Póstulasögunni. Sjáu þið þetta. En þetta var á hvítasunnudag. Þau voru fyllt heilugum anda, þau fóru út að tala og Pétur predikaði og 3000 manns frelsuðust. Þau sem veittu orði hans viðtöku tóku skírn og þann dag bættust við 3000 sálir. Ég voru ekki fyrir með Facebook. Það var ekki búið að auglýsa neitt. Það var ekki engin farsími fylgist þið með hérna loftstofunni, það hópur af fólki að koma og allir mættir, ekkert svoleiðis. 3000 manns. Hvernig má það vera svona einfalt? Hvernig má það vera? Að við erum að ströggla við að ná 3 ári eða fara ekki í mínus. Hvernig, af hverju? Hafið þið aldrei spurt ykkur að þessu? Hvað vantar? Og í því felst engin ásökun, því að ég í þessum báti, við erum öll í þessum báti. En það eitthvað sem að þau fengu, vissu og héldu í, og þau héldu því í mörg hundruð ár, nokkur hundruð ár, áður en að fóru að dvína og fjara út. Og þá spurningin, hvað gerðist með þá sem að komist til trúar? Það var tjást fólk til trúar. Sjá hvað þau gerði hérna í frumkirkjunni.
þeir sem komst til trúar, þeir ræktu trúlega eða trúfastlega uppfræðslu postulanna og Guðsorð kennt, þeir tóku það inn á sig og lærðu það og fylltu sig af því. Þeir ræktuðu eða segja stúderuðu og lásu og lærðu allt Guðsorð sem postularnir hefðu að kenna trúfastlega. En þeir ræktu líka samfélagið. Þeir slepptu því ekki. Og brotningu brauðsins og bænir. Óttasetti að hverju manni, af hverju voru fólki hrætt, af því að mörg undur og tákn gerðust fyrir hönd postulanna. Kristur var þarna allt í öllu, sýndi sig, vann, starfaði í þau, í gegnum þau og kraftaverkin gerðust hægri og vinstri og auðvitað setur það ótta. Þá ég ekki að tala um eitthvað svona ótta, heldur bara, hvað er í gangi hérna? Fólk bara sleppir hækjunum, rís upp, blindir fór sýn og mállausir tala og þetta er alveg rosalega kraftur. Það er ekki skrítið þó að aðeins svona fara okkur. Þetta gerðist aldrei á Facebook, maður. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Menn seldu eigur sínar og muni og skiptu meðal allra eftir sem hver hefði þörf á. Nú maður ekki í dag lifa aðeins öðrum þessum tímum þar sem við þurfum ekki að fara að selja allt og gefa öllum. En þetta þýðir bara í dag við höfum að sinna og mæta þörf hvers annars. Við höfum að hjálpa, við höfum að aðstoða og við þörfum til staðar, hvort það í bæn eða fjárhagslega, hvernig við getum við að bara í vináttu þá höfum við að mæta. Svo kemur þetta stórkostlega. Daglega komum menn saman með einum huga í helgidómunum. Brutu brauði heima hos. Og þú segir kannski, þetta nú ekki alveg svona í dag, sko. Ég hef ekki tíma til að hittast á hverju degi í samkomu. Nei. En hugsum bara það að rækta þetta. Að rækta, og hvað segir, ég elska þessa sendingu, og brutu brauð í heimahúsum og neittu fæðu saman í fögnuð og einlægni hjartans. Það gerist eitthvað þú borðar saman. Og þú þarft ekki að borða með allir í kirkjunni. Hóaði bara einn eða tvo. Hittist, eigið samfélag, brótist eigið, það að vanrækja ekki safnaðarsamkomur er ekki bara sunnudagssamkomur. Það er bara að hitta söfnuðinn, hluta af söfnuðinum. Vitið þið hvað? Kaninn, ég hef sagt þetta áður, Kaninn hann rannsakar allt og kemur tölfræði yfir allt. Og þeir könnuðu hvað það þurfti til þess að nýr einstaklingur sem kom inn í kirkju eða söfnu Guðs eitthvað staðar myndi ílengjast þar og halda áfram að vera þar. Og vitið þið hverju komist það? Það var ekki það að hann myndi fá lækningu, þó það myndi örugglega hjálpa til. Það var ekki það að hann myndi vera ægilega hrifinn á tónlistinni, þó það myndi örugglega hjálpa til. Vitið þið hvað hélt þeim í? Já. Vinátta 8 einstaklinga í kirkjunni. Það var eina sem þau þurftu. Þau þurftu að kynnast 8 manns í söfnuðinum, verða vinir að borða með þeim og vera með þeim, þá neldust í söfnuðin. Það var eina sem þau þurftu. Finnst ykkur skrítið að þegar þetta er svona mikilvægt, að þá sé allt gert til að koma veg fyrir samfélagið. Það er gert allt núna og tæknin fleiri okkur þvílíkt fram. Nei, þið þurfum ekki samfélag. Hvað er ruglið það? Þið getur bara Facebook. Nei, það er rugl. Og Facebook, sko, enn og aftur, ég nota Facebook annars lagi. Og það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er, þið getur gert allt þetta. Bara ekki vanrækja samfélagið. Og mér langar, og svo kemur þetta stórkostlega hérna, sjáðu. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. Ég elska þessa sendingu. Þetta lifa bara vinsældarnir í Jerúsalem og svoleiðis bara.
Af hverju voru þeim vinsæl? Það var yndislegt fólk, eins og við erum. En ef við erum algjörlega heiðarleg, að þá eru nú margir sem að líta kirkjuna, ekkert bara okkur, ég meina kirkjuna bara almennt, einhverja hornuga, freka þurrt og leiðilegt lið. Má ekkert, gerir ekkert, er alltaf að skamma mann og berja mann í hausinn með biblíun og gera eitthvað svona leiðindi. Þú veist, það alls konar skýringar sem fólk kemur með. Þetta fólk í frumkirkjunni var vinsælt af öllum líf vegna þess sem við lásum undan. Þau hittust af einlægni og fögnuði og gleði hjartas. Þau borðuðu saman, þau buðu nágrunns, hei, það er lamb í kvöld. Bara heimaræktað. Bara kom og verið með og lifið, kom borða með ykkur. En þið ekki vinir hans Péturs og Jóhannes? Jú, þegar það myndi að koma í mat. Jú, komið þið. Þetta er samfélagi. Kirkjan er samfélag. Númer 1, 2 og 3. Svo höfum við samkomu. Svo höfum við hitt og höfum þetta. Þú spyrir kannski, já, en þetta er nú kannski ekki aðal tilgangurinn. Jesús sagði, farið og geri allar þjóðir að læra svinn. Svo það hlýtur að tilgangurinn verið í trúboði. Hann má spyrja sig þessu. Ég ætla ekki að fara ánga í dag af því að klukkan hans Martín gerði örugglega sinna. Ég ætla að sýna ykkur fram á það að þetta sem við vorum að lesa núna var trúboðs aðferð frumkirkjunnar. Svona stunduðu þeir sitt trúboð. Jú, þeir sendu Pál og einhver stráka og stelpur með honum eitthvað út í bæ og eitthvað út í lönd og fór í Tyrkland og Galatíu og eitthvað svona, ekki reynda stelpurnar, þær hittust þar. Takk eftir, stelpurnar fengu ekki að fara, en þegar þeir kom á staðinn, hver mætti þeim? Konurnar. Hugsuðum það alltaf fyrstar. Ég meina, konun, vá, ef við hefðum ekki konur, þá veit ég hvað, þá hættum þessu karlrembu og vesinni og bara hleypum konunum að. Það værið ekki til á meira. Nei, það er alveg satt, sko. Það sé að, já, það er næstu borðlegginga. En, sjáu hvað er að fara. Ég get sýnt ykkur fram á það úr Guðsorði með Jesú eigin orðum. Hvernig hann lagði línuna fyrir sitt fólk áður en hann fór. Að þetta sem við vorum að lesa núna í postulasögunni er trúboðsaðferðin. Þannig uppfylltu þau kristniboðsskipunina. Enda, hvað erum við að lesa postulasöguna? Hvernig þegar kirkja var byrjuð, Jesús var farinn og þetta var allt farið af stað. Hvað gerðu þau? Þetta. Elskunar. Og ég segi ykkur, þetta er skemmtilegt. Í alvöru, þetta er skemmtilegt. Samskipti eru skemmtileg. Á hverju haldið að fólk hangi á samfélagsmiðlunum? Af því það er gaman að vera eitthvað að tala og gera eitthvað. Sem ég gera líka til að fá like og allt það. Á hverju haldið að Biblían segir þegar þið hittist þegar þú uppur og hvort annað. Jesús vissi löngu áður en þeir vissu það hjá Facebook að við þurftum að lækja að halda annars lagið. Þetta er sá farvegur, þetta er svo köllun, að því við byrjum á að lesa að kirkjan hefur köllun á líf sitt. Og köllun er að sýna Krist og hann fá að vera allt í öllu meðal okkar til þess að viska hans, vísdómur og kraftur megi opinberast í þjóðfélagið, í heiminn og leiðin til þess er þessi. Ég mun fara í það seinna og sýna ykkur aðferðafræði Jesú. Og við gerum þetta oft svo flókið. Hún var einföld. Hún var einföld. En hún byggði algjörlega á því að hann væri með og kraftur hans birtist. Amen. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þína. Þökkum fyrir orðið þitt. Þökkum fyrir megum nærast og læra. Þakka fyrir megum hitta svona á samkomu og lofa þig og blessa þetta. Þakka fyrir dásamlega lofgjörð, drottinn Guð. Og fá dvelja í nærveru þinni. Og
Og þakka við drottinu megum vænta þess að þú vitir inn í líf okkar, drottinn minn, inn í fjölskyldu okkar, kirkjun okkar, borgin okkar, landið okkar. Þínum anda verður úttelt. Því að þú ætlar og munt framkvæma vilja þinn. Þú ætlar og munt gera það sem þú hefur kallað kirkjuna til. Og við segjum hér og nú, við viljum fá að vera með í því. Við viljum, drottinn minn, fá að vera með í því. Við þökkum þér. Við biðum fyrir hverjum sem hér í salnum, hverjum sem heima, drottinn minn. Biðum blessun yfir líf þeirra. Og þú sem ekki þekkir Jesús, þú kannski hlustar og búin að hlusta svolítinn tíma. En þú þekkir ekki Jesú eða þér finnst þú ekki þekkja Jesú eins og við erum að tala um hann. Ég bið fyrir þér í Jesú nafni að hjarta þitt mætti opnast upp fyrir opinberun anda Guðs. Að augu þín hið innra mætti opnast í Jesú nafni. Andi Guðs kemur yfir þitt líf og gerir þig heila. Læknar hjartað, frelsar hjartað og verðið frelsi fyrir náð sína. Takk, Jesús. Halleluja. Þessi verkur sem voru með í úlinum, hann hverfur núna. Hann hverfur. Þú ert heil í Jesú nafni. Og Drottinn segir við þig, óttast ekki, barnið mitt, óttast ekki. Þessi ótti sem þú hefur fundið fyrir, þessi kvíði sem hefur nagað þig núna tíma. Ég kem með kærleik minn, með anda minn og ég slít á þessi bönd. Í mér ekkert að óttast. Ég veiti fullkominn frið. Ó, Jesús, það bara Jesús. Eina sem ég þarf Jesús. Og eina sem þú þarft Jesús. Guð blessi ykkur, elsku vinur. Takk fyrir yndislega stund í dag. Og við sjáumst eftir viku. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.